það sem að gerist þá á 16. öldinni, þegar 1550, þegar siðbreytingin og síðan gerist það að Biblían kemur út 1584 sem alltaf eitt mesta stórvirki sem gert hefur í Íslandi og ég á sumrin starfsmaður í byggðasafni í Skógum og þar einmitt sýni ég útlendingum þessa ágætu Biblíu og ég verð í hvert einasta skipti sín skoðan að það verði alltaf meira og meira hugfangir í hvað þetta stórkostlega verk. Þetta talið eitt bara besta prentverk sem gert hefur verið á Íslandi og það var sænsku prentari sem sá þetta tók 5 ár að undirbúa prentun Biblíunar og það tók 3 ár að prenta hana, þessi 500 eintök og af þeim eitthvað 100 eftir. Og það kom einu sinni til mín maður sem að ég sýndi honum frummyndakið og þegar það sá ákveðnar myndir í Gamla testamentinu sagði, þetta útilokað þessi trérista, þetta málmrista. Því að við fengum myndirnar til þess að búa til þess ágætu Biblíu frá dönsku Biblíunni. Og hún númer 23 frá upphafi biblíuþýðinga í heiminum. Þannig að við stöndum þar nokkuð ofarlega og hún alltaf þýðing úr dönsku og þýsku Biblíunni. En náttúrulega þetta eitt af þeim hornsteinum sem líka lagði undir það að við tölum íslensku ennþá í dag. Fornritin náttúrulega gerði það verkum að við töluðum gömlu íslenskur áfram og ekki síst Biblían að hún hefur síðan haldið við, má segja, að við fórum ekki út í sömu leiðin svo aðrar Norðurlandaþjóðir að skrumskjala og eyðileggja málið.